fyrir okkar besta fólk og við erum búin að fara, þessir yndislegu drengir sem kalla sig Stuðlabandið en eru stuðlarnir, eru búin að spila upp á Hraunbúðum og hann Séra Viðar er búin að halda fallega hugvekju og við ætlum að endurtaka þessa dagskrá hérna fyrir ykkur í dag og fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar vil ég bara segja gleðilegt sumar og njótið þið. Aftur þessi leiðin. Komið þið sæl og gleðilegt sumar öllsumul. Þetta eru vissulega skrýtnir tímar en sem betur fer finnum maður bara lausnir á þeim vandamálum sem maður stendur frammi fyrir. Ég ætla að byrja á því að lesa upp úr Lúkasar guðspjalli. Þar segir: svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kominn í þorp nokkurt mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri raustu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum. En hann var samverji. Jesús sagði: urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur og gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur? Síðan mælti Jesús við hann: statt upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Það er alveg ljóst að sumarið er uppáhalds árstíð flestra. Í raun er það ekki undarlegt vegna þess að við tengjum svo marga góða hluti við sumartíman. Störf bænda verða mun auðveldari sökum veðurfars, rétt eins og margra annara starfstétta og sláttur hefst í blíðskaparveðri. Á Íslandi fara langflestar hjónavígslur fram á sumrin því allir vilja vissulega eiga von á því að fá gott veður á brúðkaupsdaginn og þá er einnig mun auðveldara fyrir brúðkaupsgesti að ferðast landshorna á milli. Börn og flestir aðrir nemendur njóta sumarfrís sem er sívinsælt og samverustundir fjölskyldunar fá allt annan blæ rétt eins og taktur samfélagsins í heild. Allt verður einhvern veginn mun auðveldara og okkur verður ljóst að skýr tengsl eru milli veðurfars og andlegrar heilsu. Og ekki nóg með það að sumarið sé góð árstíð, þá er vorið þar á undan sem veitir okkur ómælda gleði og von yfir því að sumarið sé á næsta leiti. Á vorin er líka svo margt sem vísar til nýs eða vaknandi lífs og góð dæmi slíkt eru gróðurinn sem tekur við sér, sauðburðurinn og koma hinna mörgu farfugla. Nýtt líf lítur dagsins ljós og horfir mót sumri og við með. Því er hins vegar ekki að neita að komandi sumar hefur ýmsa fyrirvara, rétt eins og allar aðrar tíðir ef út í það er farið og það þarf ekki að fjölyrða hvers vegna. Að sjálfsögðu myndum við vilja haga lífi okkar líkt og ekkert hafi í skorist, faðmast, takast í hendur og beinlínis hitta ástvini okkar, án þess að þurfa í sífellu að mæla metrana 2. En nú reynir auðvitað á þolinmæði og þolgæði okkar allra og með von og trú og trausti til þeirra sem leiðbeina okkur á þessum tímum mun daglegt líf finna sér sinn venjulega farveg fyrr en ella. Það skiptir máli að reiða sig ekki of á eigið hyggjuvit, heldur að reiða sig á þá sem hafa meiri kunnáttu og vitneskju og hafa að sjálfsögðu hagsmuni okkar allra að leiðarljósi. En vissulega hafa undanfarnar vikur og mánuðir reynt mikið á vonina sem býr í hjarta okkar og reyndar veturinn sem var mörgum ákaflega erfiður fyrir margar hlutra sakir. Það má vissulega færa rök fyrir því að við erum ekki ósvipuð líkþráu mönnunum 10 sem í von sinni mættu Jesú og báðu hann miskunnar. Allir fengu lík, en þó sneri einungis einn þeirra aftur til að lofa Guð fyrir lækninguna.
Þó vert að benda á að Jesús læknaði mennina ekki með beinum hætti, því það var einungis trú mannanna 10 sem læknaði þá. Hann var hins vegar hissa á því að það hefði verið sá sem hann síst vænti, sem sneri aftur og þakkaði fyrir líkt sína, það að segja samverjinn. Við þurfum að muna og höfum sannarlega verið minnt á síðustu vikur að ekki allt sjálfsagt í þessum heimi. Jafnvel nærvera við okkar nánustu. Í sumar skulum við öll snúa aftur eins og samverjinn og minnast alls sem elskuvert og gott afspurnar, svo notuð séu orð Páls postula. Við skulum þakka Guði fyrir það sem við þiggjum úr hendi hans á sérhverjum degi og hafa í huga að ekkert sjálfsagt. Árið 2008 birtust í Morgunblaðinu ljóð sumarið eftir börn og ég ætla að leyfa mér að enda á ljóði Eikar Arnþórsdóttur sem orti þá 10 ára gömul. Ég hugsa litla fugla og þarna situr ein ugla. Nú sumarið að koma og allt fer að vora. Grasið vex mjög fljótt, sumarið kemur skjótt. Þegar sumarið kemur, allt gengur betur. Það glaðnar yfir öllum, líka fúlum kollum. Þegar ég heyri lækjarnið, þá sný ég mér við, sé allt svo grænt og hlýtt og þarna kemur sumarið blítt. Já, Guð gefi okkur öllum gleðilegt sumar og bjarta von og trú í hjörtum okkar allra. Amen. Og gjörið svo vel, drengir. Pom pom. Tveir. Já, góða dagi, gott fólk og gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. Við erum sem sagt söngsveitin Stuðlar og við ætlum að flytja ykkur nokkur lög svona inn í sumarið og ætlum að byrja á sígildu eyjalagi sem heitir Heimaslóð. Gjörið svo vel. Sem lundin ljúfastur fugla, þar sem lifði sig í von. Og Binni hann sótti í sjávardjúp 60.000 tonn. Þar lífsþorstinn leitar á hjörtum, á meðan leiftrar augans snúð. Höfðanum þjóti ein 13 stíg, ég þrái heimaslóð. Þar sem lundin ljúfastur fugla, þar sem lifði sig í von. Og Binni hann sótti í sjávardjúp 60.000 tonn. Lífsþorstinn leitar á hjörtum, á meðan leiftrar augans